Jæja, Sælveri, ég ætla að fara þá yfir kafla 20 sem fjallar hjúkrun einstaklinga með verki. En verkir eru eitt algengasta einkennið sem heilbrigðisstarfsfólk þarf að bregðast við og þeir geta haft áhrif á bæði líkama og sál og því þarf að nálgast það út frá svona heildrænni sýn. Þá byrja bara hvað er verkur? En verkur er sú upplifun að finna til, sem sagt að upplifa óþægindi eða vanlíðan sem tengist raunverulegum eða hugsanlegum skaða á líkamann. Og við þurfum svolítið að nálgast þetta svolítið svona eins og ég segi, svona heildræna sýn, að við þurfum að safna svolítið upplýsingum verkin og einstaklinginn sjálfan. Og þar sem verkur er alltaf huglægur þýðir að einstaklingur sjálfur getur einn metið hversu mikill verkurinn er og hvernig hann birtist. Þess vegna verkur er það sem sá sem upplifir hann segir hann vera og er til staðar þegar viðkomandi segir svo vera. Þess vegna þetta er þá munurinn á huglægu og hlutlægu. Að huglægt er eitthvað sem við getum einstaklingar geta sagt til við getum ekki lagt mat á það, ekki mælt það eða séð það beint. Og verkurinn fjallar getur verið svolítið misjafnt hvernig fólk metur verki og það getur bara markast af kannski reynslu einstaklinga, það sem er einstaklingsbundið, hvernig hver og einn finnur fyrir verk, hvort hann sé mikill verkur eða lítill verkur og það er bara persónuleg upplifun hvers og eins. En ég ætla aðeins að fara yfir svona leiðni verkjarins, en leið verkjarins skiptist sem sagt í þessa 3 hluta og það er þá leiðni, flutningur, skyntúlkun. Og við byrjum bara á þessu fyrsta að leiðninni, að þá leiðni merkir að þegar áreiti vekur viðbragð í skyntaugum. Þetta er svona fyrsta skrefi þegar líkaminn verður fyrir einhverju áreiti, einhverju skaða, til dæmis eins og við getum fengið hita, brennt okkur, að þá var þetta svona fyrstu viðbragð verkjarnar sem þá segur hættu og hér er eitthvað sem er að skaða okkur, eitthvað að valda okkur verk. Það er þá leiðnin, síðan kemur að flutningnum, að þá er þegar boðin berast áfram taugum til mænu og heila. Og þetta getur það verið samsagt viðbragði að kíkjum hendinni frá pönnunni þegar við erum að brenna okkur. Áður en við hugum út í það. Þetta er bara flutningur. En síðan sjá að fyrsti verkur og eftirverkur. Fyrsti verkur er svona viðvörun. Það er svona varúð eða einhver hætta á færð. Meðan kannski eftirverkurinn sem er meira svona mingingin, svona passaðu, þetta svæði er viðkvæmt. Fyrst er kannski ef við kemur dæmi að stinga okkur á okkur, að við finnum fyrst snöggum sting okkur á stungan er og það er þá að segja fyrsti verkur og síðan byrja líkaminn að dofna og sásökin heldur áfram í nokkra sekúndur eða mínútur og það myndi verið eftir verkur. Skyntúlkun er þegar heilindar boðin verkin. Það er svona boðin berast áfram til heil og þar fer fram þessi túlkun og þá er ákveður þetta sé hættulegt áreiti, hversu sársaukafullt það er og hvernig við eigum að bregðast við. Og þetta er þá samspil kannski líkamans, tilfinninganna og kannski reynsla einstaklingsins. Hvernig við höfum áður svipaðan verk eða þess að þar. Þetta er til, já. En á leiðinni við spáum því, þetta er svona, á leiðinni getur orðið taugaorðið fyrir áhrifum. Að þau getum dempað taugaboðin eða aukið þau. Og það hefur áhrif einstaklings á verknum. Ef ég bara byrja fyrst eins og dempun, að taugaboðin minnka, það getur átt til stað mænu heilanum,
að þegar líkaminn losar efni eins og til dæmis endorfín eða serótónín og sem draga það úr verkjaboðum og þetta getur til dæmis bara þegar maður hreyfir okkur, maður hlæja eða fá snertingu, eitthvað hlýja og þá framleiðir líkaminn sín eigin svona verkjastillandi efni og þannig dempast upplifun á verknum. Síðan getur orðið eins og segja aukning á þessari skyntúlkun og það getur þegar einstaklingur er undir álagi, stressaður eða kvíðinn, þá eykst næmni taugakerfisins og verkirnir geta þá bara magnast og orðnir verri. Hérna er mynd í bókinni, leiðtaugaboðanna, það er að sína, ég er búin að fara í gegnum leiðinin, finnum allt fyrir stungunni, síðan kemur flutningurinn inn og síðan skinninu hvernig það túlkar síðan verkin. Og síðan kemur svona samhengi umhverfis og lífeðlisfræðilegri þátta. Og þetta er eins og segir, þetta er verkur, þetta getur misjöfn á fólk og hvernig reynsla, persónulegir þættir, hvað er normið þegar það kemur upp fjölskyldunni og hvernig við erum að túlka verkin áhrif það hefur á einhvern og einn. Og eins og segja hérna bráðir eða langvinniverkir og hvernig við greinum á milli þessara verkja viðbrögðum verkjum til dæmis lífeðlisfræðileg viðbrögðin hækkar blóðþrýstingur hraðari öndun og við erum að svitna getur allt kemur síðan bráðverkir og þá er þetta varnarkerfi líkamans þegar lífeðlisfræðileg viðbrögðin hækka að við séum að hraða sínum tíðari öndun, svitnum og það er tilgangur með þessum viðbrögðum. Og er þá hvatning á þessi til þessar viðbragða. Það er svona meðan kannski langvinniverkir að lífeðlisfræðileg það eru kannski orðin svona farin að eðlilegur blóðþrýstingur, púls og öndun þess vegna við erum orðin svona vön verk haldast áfram verkinu fyrir sem meðferðina pínu kannski óskýrðir verkir og þessi verkir þjónandi tilgangi kannski hafa meira bara svona líðan andlega líðan samskipti og lífsgæði fólks það kemur að lífeðlisfræðilegum viðbrögðum. Þess að það er tilgangur með bráðum verk að segja okkur að við erum það er eitthvað sem er áreiti sem við viljum ekki meðan það er engin tilgangur með verkjunum. Bráðir verkir sem segja aftur stafa koma skyndilega eða kannski stöðugt tíma og gefði kynna að það hefur orðið einhver skaði og þessi viðbrögð sem koma fram að þau eru með að hafa þann tilgang að minnka skemmtina að minnka umfram skaða sem ekki skaða okkur meira. Meðferðin við kannski svona verkjum getur 3-6 mánuðir þegar talan bráðverkjum hinir 6 mánuðir og lengur. Það er svona eftir kannski bráðverk gætu verið bara eftir meðverkjum að þá er vænst bata eftir kannski einhverja stólmeðferð eða lyfjameðferð eða einhverja sem hendar. Í langvinnaverkinu þeir eru þó viðvarandi fyrir meðhöndlun og það er náttúrulega áhengið sem skaða, eitthvað sem getur kannski óútskýrðir verkir og sem getum ekki unni með, það getur verið bakverkir eða þess að það er gigtarverki, mígreni og svolítið bara óvíst hvað lengi bara út ævina. Þess að þeir eru gagnlausir að þjóna engin og breyta engum sjúkdóms eða meðsla, enginn hins vegar sklámarkan hátt, þá er aðalega hefur andlega heilsu og félagslega samskipti.
til að skilja verkið á sem svona bestan hátt notum við heildrænt líkan sem tekur þá tillit til þessara líkamlegra, sálræna og félagslega þátta sem hafa áhrif á upplifun verksins. Til þess að það sem myndi það vera að við myndum safna upplýsingum verkja sögu einstaklingsins og setja fram ákveðið mark umönnun og meðferð og hvort sem er að bráða langvinna verki og við skoðum hvað meðferð myndi henta, hvaða önnur gæti hjálpa og hvernig upplifun sjálfs viðbrögðin svolítið. Ég ætla aðeins að fara yfir þessa þætti, hvernig við tökum verkjasögu og umönnunina og fara sér lífið með önnur úrræði sem er í boði. Ef við byrjum bara á verkjasögunni, samtal við sjúkling, sem sagt þetta felst í samtal við sjúklings verkja upplifun hans, eins og segja, þetta er huglagt. Það er svona það sem við myndum spyrja á sjúklingin í opnu samtali er hvað finnur þú til, hvers eðlis er verkir, miklir eru þeir, hvenær byrjuðu þeir og hversu lengi vara þeir þegar þeir koma, hvað dregur úr þeim og hvað gerir þá verri og hvaða áhrif eru verkin á daglegt líf hjá viðkomandi og líðan. Þessar upplýsingar hjálpa okkur að meta ástandið og velja viðeigandi meðferð. Og ég myndi gott að skoða blaðsíðu 472 að í töflunni þess að svona eins og segir alltaf nálægt sjúklingunum og þurfum að spyrja vel út í þetta. En líkamlega einkenni verkja eru þá það sem við erum að sé líkamlega einkenni eins og til dæmis hraðari púls, hærri öndunartíðni, blóðþrýstingur, sviti, þurrkur í munni, þanda, sjáaldra, ógleði uppköst og þetta eru þá viðbrögð sársauka og streitu. Þetta er allt sem við getum séð og getur þá bent til að einstaklingur sé með verkið. Og síðan eru til ýmsir mælikvarðar og þegar við setjum NRS, VAS, skali líka komin bróskallana sem tengist kannski þá meira íslensku sem gæti þá nota andlitskvarðana. En þetta er svona kvarðar sem er kannski verkin 0 til 10, þar sem 0 þýðir þá engin verkur og 10 er versti mögulegi verkur. Og þetta er of gott að taka bara svona þegar við erum að mæla lífsmörk að taka líka bara að þau verki og spyrja þá bara út í númerakvarðan. Verkjameðferð snýst sem sagt markmið meðferð er að sjúklingum verkjalaus í hvíld og við getum verkjameðferð sem að gefa lyf fast þegar við erum að tala um að gefa lyf fast þá erum við að tala um kannski að við sem að gefa þetta 4 sinnum við sólarhringinn notum svona þess að lifa föstu tímum eða sem getur líka gefa eftir þörfum síðan eins og aukaverkanir lyfjana við erum líka að fara stóðmeðferðum sem getur falist á snertingu, umhyggju, hitabakstur, kuldabakstur, fræðsla, nudd sem getur haft áhrif þarna til dæmis eins og bara endorfín getur aukið endorfín í líkamanum sem getur minnka verkin. En eins og segja, við þurfum að passa upp á aukaverkunum eins og hægðartregðu sem er kótin og morfíni, þessum sterkum verkjalyfum
Síðan getur líka aukaverkun verið svolítið slæmt, það getur verið jafnvægisleysi, of sterk verkjalyf